Góðan daginn og verið velkomin hér í þetta spjall mitt, stjórnmál með Bryndísi. Í dag hef ég fengið til mín annan góðan gest, það Pétur Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu og við ætlum að ræða svolítið það hvar liggja tækifærin okkar til frekari útflutnings, hvað með þessa 1000 milljarða áskorun sem lengi hefur verið talað og kannski sérstaklega einmitt Íslandsstofu sem núna aðeins í breyttu formi. Það ekki langt síðan við höfðum til umfjöllunar á þinginu lög Íslandsstofu þar sem voru svona töluverða breytingar og ég var nú fylgdi þeim lögum í gegnum þingið og svo svona, já, allir höfðu svona einhverja skoðanir á þessu eins og oft vill verða þó að flesti væri sammála það að það þyrfti að breyta einhverju. Pétur, vertu velkomin til mín. Takk fyrir það. Takk fyrir að koma hérna í þetta spjall. Ég ætla nú bara aðeins að byrja á hér að vera formleg. Lögin Íslandsstofu ekkert rosalega löng, en það hérna upptalning. Bara svo að líka áhorfendur og hlustundur átti sig aðeins á því hvað hlutverk Íslandsstofu og ég held að allt og margir tengi það bara við ferðaþjónustuna en það alls ekki svo þó að þið sinnið því auðvitað líka. En hér segir í lögunum að hlutverk Íslandsstofu sem sjálfseignarstofnun að vera samstarfsvettvangur atvinnulífs, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda stefnu og aðgerðir til þess að auka útflutningstekjur og hagvöxt. Það ekki lítið. Að veita alhliða þjónustu og ráðgjöf til allra útflutningsgreina í því skyni að greiða fyrir markaðssetningu og útflutningi á vöru og þjónustu. Að laða að erlenda ferðamenn til landsins með samræmdu kynningar og markaðsstarfi. Að laða erlenda fjárfestingu til landsins, upplýsa erlenda fjárfesta kosti Íslands og að vera stjórnvöldum til ráðgjafar það. Að styðja við kynningu á íslenskri menningu, vörum og þjónustu erlendis. Að annast rekstur eigna sem henni kunna vera lagðar til og samræmast hlutverki hennar samkvæmt lögum þessum og að svo að vinna tillögu að langtíma stefnumótun, atvinnulífs, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda og svo að hrinda þessari langtíma stefnu í framkvæmd. Jæja, hvernig gengur? Ég held að gangi bara ágætlega. Þetta náttúrulega, mér féllust eiginlega hendur að hlusta á þetta. Já, þetta svolítið upptalning. Já, þetta þetta víðtækt hlutverk en að mörguleyti þá settu þessi lög prýðilegan ramma utan starfsemina hjá Íslandsstofu og þau að mörguleyti framsækin að því leyti til að þarna til dæmis talað það að okkur beri að vinna útflutningsstefnu og síðan að talað það hvað skuli felast í henni og það talað við eigum að horfa til þess í hvaða greinum ætlum við að sækja fram en það líka hort til á hvaða markaðsvæði viljum við vera og síðan kveðið á að við eigum í raun og veru að setja okkur markmið og mæla árangur og gera grein fyrir honum reglulega og þetta svona eins og maður myndi gera í fyrirtæki. Þannig að þetta fyrir okkur var mjög spennandi verkefni að fást við. Þannig að við fórum í þetta fljótlega eftir að lögin voru sett að þá kom ný stjórn að Íslandsstofu og ég kom þarna í október 2018 og við fórum í þessa stefnumótun og við ákváðum strax að hafa hana í svona mjög víðtækri þáttöku. Sem þýddi hvað? Sem þýddi það að við fórum ég heldum vinnustofur með öllum atvinnugreinum, ég heldum vinnustofur all land, þannig að það komu alls tæplega 400 manns að þessari vinnu með okkur. Og hugsunin var þá svo í raun og veru að laða fram bara þarfirnar og hugmyndir og hvar í raun og veru fólk vildi leggja áhersluna samkvæmt því sem okkur var ætlað að gera. Og það var alveg merkilegt í raun og veru að þegar að maður stóð frammi fyrir þessum stóru spurningum sem við vorum að glíma við í þessari vinnu eins og til dæmis það þegar við spurðum atvinnulífið undir hvaða flaggi að sigla, hvaða skilaboð finnst ykkur best að Ísland, hver samnefnar og þegar þú spyr mjög marga í mismunandi atvinnugreinum, í mismunandi atvinnugreinum út all land, nákvæmlega hver skilaboðin, þá hættan svo að þú fáir bara 300-350 ólík svör og þá færði í raun og veru enga leiðsögn. En það var sem betur fyrir ekki raunin í þessu og mjög fljótlega kom í ljós svona rauður þráður í þessu sem var svona kjarnasteil í orðinu sjálfbærni. Þannig að það var eiginlega alveg saman hvort við vorum með vinnustofum, listum og skapandi greinum í Iðnó eða með sjávarútveginum eða Akureyri eða Egilsstöðum Ísafirði. Að þetta var svona, þú veist, þegar fólk vildi kjarna þetta þá var það þessi sjálfbærni hugsun. Ég verð að segja, þegar ég heyrði þetta, ég var nú að hlusta á, þegar ég var undirbúið mig hérna, hlustaði ég á fundin ykkar þar sem voru að kynna stefnuna og mér fannst þetta svo magnað, ég var svo glöð með að þetta hafi orðið niðurstaðan því að ég hef nú talað einmitt fyrir því að þetta samstarfsvettvangur, atvinnulífsins og stjórnvalda
og atvinnulífið á að vera í meiri hluta, atvinnulífið er með meiri hluta í stjórn Íslandsstofu, en ég hugsa svona, já, sjálfbærni, það er eitthvað sem okkur á Alþingi hefði getað dottið í hug, en ég er rosa glöð að það komi mitt úr þessari átt. Nákvæmlega, og það er þetta er ekki eitthvað bara sem fólk er að segja. Nei, það meinar það. Já, maður finnur það alveg hjá, og við sjáum það bara breytingar sem eru orðið hjá íslensku fyrirtækjum á síðustu 3-4 árum. Og næri náttúrulega lengra aftur hjá nokkrum, en almennt séð þá eru íslensk fyrirtæki bara að taka þessi mál mjög alvarlega og horfum bara til dæmis það sem hefur gerst í sjávarútveginu. Það sem íslensku sjávarútvegur er sko sá langfremst í heiminum þegar kemur að sjálfbærri nýtingu auðlinda. Þannig að þetta er bara, eins og segið, þetta er ekki bara frasar. Og það eru athafnir og raunveruleg hugsun á bakvið þetta. Já, mér finnst gaman að heyra þetta því að það hefur nú verið svona í mörgum af þessum þáttum mínu svona ákveðin lína sem að tengja svona sjálfbærni, umhverfis og loftslagsmálum og ég hef mitt verið hérna með hana Hugrúnu frá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi þar sem við vorum að ræða þetta og fleiri aðila og það er svo gaman að sjá hvað fyrirtækin eru markvisst að vinna með þetta og búin að kveikja kannski miklu meira á þessu heldur en margan kynni að gruna. Nú eru þið með sérstök verkefni líka ég veit að sjálfbærni hugtaki eru auðvitað stærri en bara umhverfismál svo það sé nú alveg skýrt en þegar við erum að velta fyrir okkur sérstaklega þessu með umhverfisþáttinn þá eru þið með sérstök verkefni þar að lútandi. Við komum á stað einhverju sem heitir Grænvangur sem átti að vera samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda. Það er hýst hjá ykkur ekki satt? Jú, Grænvangur er sjálfstætt verkefni sem er einmitt með það að markmiði að í fyrsta lagi að stuðla að því að íslensk fyrirtæki haldi áfram að tilengja sér þessa aðferðafræði og gera sífellt betur í raun og veru. En síðan líka ekki síður að kynna þann árangur sem að náðst hefur á Íslandi, erlendis, og að kynna í raun og veru þær grænu lausnir sem að Ísland og íslensk fyrirtæki hafa upp á að bjóða. Og það var skrifað undir samning þetta í ráðherrabústaðnum í maí 2019 og við fórum síðan á stað haustið og Eggert Benedikt Guðmundsson er forstöðumaður Grænvangs og síðan í raun og veru hefur verið unnin mjög svona mikilvæg grunnvinna í því að kortleggja þessar íslensku grænu lausnir koma í loftið vörumerkinu Green by Iceland sem að er sameiginlegt á vörumerki utanum kynningu á grænu lausnum erlendis og það sem að Íslandsstofa er að gera. Þannig að við erum með sameiginlegt vörumerki þar Green by Iceland sem að er hluti af ákveðnu vörumerkjakerfi sem að við komum okkur upp í kjölfar stefnumótunar þar sem við byggjum svolítið á því sem að við höfum náð fram til dæmis í ferðaþjónustu. Það sem við erum með Inspired by Iceland, svo erum við með Green by Iceland þannig að við erum með vörumerki sem er búið að setja milljarða í á undanförnum árum sem er Inspired by Iceland. Þannig að okkur ekki að reyna að nýta það þá fyrir fleiri greinar. Þannig að Grænvangur er bara í góðum gír og það var einmitt aðalfundu þar í fyrradag sem að forsætisráðherra lýsti þeim vilja sínum að styðja áfram við verkefni. Þannig að ég er að gera mig vonur það að við höldum áfram í þeirri vinnu. Já, en svo er talað núna græna dreigilinn. Við höfum talað rauðan dreigil, komum kannski inn á það á eftir þegar við erum að laða hinga fjárfesta og svona, en hvað er græni dreigilinn? Græni dreigilinn er verkefni sem við erum að vinna undir forystu atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins. Og hugsunin er svo að þegar við fórum að skoða það aðeins á vettvangi Íslandsstofu á seinasta ári, það var búið að setja töluvert mikið af nýjum stefnum. Það var búið að setja orkustefnu, nýsköpunarstefnu, við vorum búin að setja okkar útflutningsstefnu. En þegar við fórum að skoða verklagi hjá okkur, og þá þegar ég segi okkur þá er ég að tala bara Ísland. Hvernig vinnum við í því að þjónusta erlenda fjárfesta og berum okkur þá saman við það sem við þekkjum best. Þannig að við kortlögðum það hvernig nágrannaþjóðir okkar er að gera þetta, horfðum sérstaklega til Dana og Svía og sjáum að það er hægt að gera betur í svona ákveðnum einfaldleika í þjónustu við erlenda fjárfesta. Og svo ég takki sem dæmi að þá ef þú ert að horfa til þess til dæmis að þú ert með hugmynd að því að setja upp verslun þú getur annarkvort fengið útluta lóð og farið þá í það að fá umhverfismat og byggja hús og allt þetta eða fá laust verslunarpláss í kringlunni. Hvort er einfaldara? Það segir sér sjálft að það er alltaf bara einfaldara að flytja inn í eitthvað sem er tilbúið. Og þetta er svona summerað svolítið upp sem við erum að reyna að gera þarna, sem er í raun og veru að fá alla að borðinu, þannig að þegar við erum stór og mikilvæg fjárfestingaverkefni,
að þá getum við í raun og veru verið með einhvern hóp þar sem aðilar úr stjórnkerfinu eru saman og geta þá í raun og veru metið það hvernig hægt að einfalda verkefnið og einfalda það og gera það líklega að það verða veruleika á Íslandi. Já. Og við sjáum bara og við erum ekkert að finna upp hjólið. Sko. En þannig erum við að horfa á sérstaklega svona umhverfis meðal annars vænar fjárfestingar eða bara hvað sem er? Jú, umhverfisvænar fjárfestingar. Já. Það myndi tikka í öll bóksin. Já. Og og við erum með bara dæmi, þú veist, við horfum á það að stór gagnaver hafa verið að lenda á Jótlandi og það er engar tilvílanir í því, það er bara unnið með markvist í því að greiða götu þessara fjárfestinga, það er að líta á þau sem mikilvægar fyrir samfélagið. Já. Og þannig að tala til gagnaver, Google, Facebook og svo framvegis og þetta þarna hafa frændur okkar þarna standa frændur okkar sig virkilega vel. En hvað meinar þú, ég menna, þegar verið að lokka, ég svona stundum elti fyrir mig, er það ekki bara eitthvað gamaldags sko á sínu tíma þegar við fengum álverin hingað, að þá voru þið farin veitt svolítið sko á pólitíkusum sem voru með alls konar sérstakka samninga niðurfellingu á gjöldum og hinnu og þessu. Ertu að tala að það sé enn í gangi í einhverjum svona málum? Já, og það er hins vegar, sko, þú finnur það ekki endilega á netinu. Þannig að þetta er ekki sko, þetta er í raun og veru bara sko samninga viðræður sem eiga sér stað milli fjárfesta og viðkomandi ríkja. Já. Og ef að niðurstaðan er svo að það er einhver lending sem er báðum aðilum hagfelld þá gengir frá því þannig. Okay. Það getur verið ýmislegt undir í því og ég held að það sé enginn að horfa til einhverja gamalla vinnubragða eða gamalla tíma í því og þess vegna er svona þetta verklag sem að atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið er að horfa til sem eru að koma öllum saman. Vinnuheiti er græni dreigillinn sem að mér finnst reyndar alveg prýðilegt. Já. Og ég held að það sé svona ákveðin nútímavæðing á þessu vinnulagi. Já, þannig að við erum í rauninu frekar að tala að hér sé þá bara gott umhverfi fyrir svona fyrirtæki til að staðsetja sig og þá er spurningum að taka ykkur saman í það mögulega að markasetja það og þá kunna hafa áhrif á stjórnvöld ef að það þurfi að aðlaga umhverfið með einhverjum hætti. Já, og ef að stjórnvöld líta svo á að þetta sé fýsilegt verkefni fyrir Ísland. Já. Og þarna megum aldrei gleyma því að í þessum efnum eins og öllum öðrum, þá erum við bara í samkeppni við önnur lönd. Já. Og þessir alþjóðlegu fjárfestar eru bara vanir því að fá ákveðna tegund af þjónustu. Og ef að við erum ekki að veita hana, þá erum við bara ekki að kannski standa okkur gagnvart því, ef okkur er raunverulega alvara með því að vilja fá erlenda fjárfestingu. Sko. Já, sko sem að ég held okkur sé, það er reyndar, ég hef líka gert grín að því stundum er það þannig að það er eins og við viljum rosalega mikið fá erlenda fjárfestingu en stundum er það eitthvað voða slæmt, sko, þannig að það er nú alveg tvískinningur í því, ég nefndi sem dæmi varandi bankana og svo laxeldi og annað, en það er allt önnur saga, en þegar kemur að því að sko laða til okkar erlenda fjárfestingu, þá finnst mér við svo oft samt líka fara í umræðina niðurfellingu, endurgreiðslur og þetta. Sem að, eins og þú segir, jú, við erum í samkeppni við önnur ríki og það getur vel verið að það sé nauðsynlegt í einhverju, en er ekki líka bara tækifæri fólkin í því að selja gott umhverfi með einföldu og skýru regluverki, tiltölulega lágum sköttum, en svo kannski svo ég bæti við líka bara góðu samfélagi. Því að það er líka þannig að sko, þetta þarf að vera einhver stað þar sem fólk vil búa, sem vil vinna hjá þessum fyrirtækjum og mér stundum fundist eins og með eitthvað inni þar að markasetja Ísland bara sem stað til að búa og vinna frá. Ekki spurning og þetta skiptir sífellt meira máli. Já. Og og það var hleypt á stokkunum verkefni sem er Work in Iceland sem við erum að vinna með samtökum iðnaðarins og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu. Og það er gríðarlega spennandi og sérstaklega núna í kófinu að þá hafa bara opnast augu fólks fyrir því að það er kannski bara hægt að vinna nánast hvar sem er í veröldinni. Og það að fá svona einstaklingin í íslenskt samfélag, það er ekki bara að þau sé að koma með tekjur, heldur er þetta líka bara ákveðin svona auðgun á samfélaginu. Já. Og að fá ólíka einstaklinga frá ólíkum löndum með ólíkan bakgrunn og oft á tíðum menntun og reynslu sem er ekki til staðar á Íslandi. Þannig að okkur finnst þetta allavega rosalega spennandi. Já. Og ég held að varðandi svona ívilandi þátt í fjárfestingum, þá er ég algjörlega sammála þér hvað það varðar að við eigum auðvitað að forðast að vera einhverju kapphlaupi niður á botn. Og það er ekki eitthvað sem að Ísland á að standa fyrir og við erum með græna orku, virði grænar orku
mun halda áfram að aukast og það er engin vafi á því og við sjáum það bara að íslenskir orkunotendur í dag eru í auknum mæli að nýta sér það til aðgreiningar á markaði. Já. Og þetta held ég að sé eitthvað sem við höfum ekki á afslátt á einhverju sem að er algjör óþarf að gefa afsláttur á. Og það kannski þegar við erum að tala um þetta að reyna að fá til okkur erlenda fjárfestingu, þá er það atvinnufjárfesting sem við erum að horfa á, byggja upp einhverja atvinnustarfsemi þekkingageirinn fer stöðugt vaxandi og það er kannski með tækifæri sérstaklega þar sem hún segir fólk getur verið hvar sem í heiminum og unni sína vinnu. Það er auðvitað ekki þannig að þú vinnur í álveri eða einhvers staðar þar sem þú þarft að vinna með höndunum. En ef við færum okkur aðeins út í kannski svona, hefðbundari utanríkisviðskipti, með skýrsluna Áfram gakk, utanríkisráðherra sem er jafnframt utanríkisviðskiptaráðherra hefur nú verið ansi duglegur við að gefa út ýmsar skýrslur. Við erum nú fann að gera grín að því að yfirleitt þegar hann gefur út skýrslu þá kemur annað eldgos, veira eða eitthvað annað sem að drepur svolítið umræðina. En við auðvitað sem lítið eyríki byggjum auðvitað mjög mikið á alþjóðaviðskiptum og það ætti öllum að vera ljóst mikilvægi þess. Og við höfum gert mikið úr því, lagt mikla áherslu á það að vera með samninga við önnur ríki. Hvað segir því þegar við erum að tala um íslenska framleiðslu, við getum tekið út sjávarútveginn sem náttúrulega kannski fyrstu aðilarnir sem að koma svona eitthvað stórir inn og þurfa að markasetja sig og búa til vörumerki. En erum við að sjá aðra geira líka vaxa í þessum beinum útflutningi á vöru? Ekki spurning og það er nú svona mjög athyglisvert að horfa til bara útflutningstalnana á seinasta ári. Já. Auðvitað eru þær mjög drastískar í ljósi alls. Já. Og við sjáum náttúrulega ferðaþjónustan dregst mikið saman. En þá sjáum við í fyrsta sinn að það er komið ný stoð sem er orðin svona alvöru stoð í íslenskum útflutningi og það er hugverkaiðnaður. Og hann hefur vaxið úr því að vera 7% af heildar útflutningstekjum árið 2016 ef mann rétt. Ég var 15% á seinasta ári. Já. Og þetta er tvöföldun á einhverjum 7 árum. Já. Og ég held að þetta við svolítið farið undir radarnum og eða verið undir radarnum og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt því að þegar við byggjum upp íslenskt samfélag núna í kjölfar kófsins að þá eigum við auðvitað að læra af fortíðinni og við eigum auðvitað að gæta því að körfurnar séu fleiri og þess vegna var í raun og veru mjög ánægilegt að sjá hugverkaiðnaðinn koma þannig svona sterkan inn á seinasta ári og að við vorum að tala um fjárfesting á þann. Það hefur nú töluvert verið fjallað um það en á seinasta ári var gríðarlega erlend fjárfesting í einmitt þessum fyrirtækjum og það heldur áfram inn í þetta ár. Og við sjáum það að þessi fyrirtæki, við gerðum nýlega könnun meðal einmitt þessara fyrirtækja á því hver staðan hefði verið á seinasta ári og hvernig þau sæju næstu 12 mánuði fyrir sér. Og þá sjáum við að þessi fyrirtæki, þau voru í fínum málum á seinasta ári til þess að gera. Já. Og langflest þeirra er að gera ráð fyrir að bæta við þessi fólki á þessu ári. Og þau eru búin að vera að taka inn erlenda fjárfestingur sem hefur oft á tímum verið erlend, en líka innlend. Já. Þannig að þarna held ég að við séum með gríðarlega spennandi stoð sem að mun gagnast okkur inn í framtíðina. Þannig að þú ert í raunin úti því að þetta er nú svo mikið rætt á þinginu, við erum að ýta undir nýsköpun, við höfum verið með endurgreiðslur út á rannsókn og þróun og það er stífellt tekist á að það sé ekki nóg gert, það er auðvitað endalaust hægt að gera kannski í því en þú ert að segja okkur að við séum raunverulega að sjá kannski ávöxt þessara aðgerða, þessi geiri sem við höfum talað í svo langa tíma, hann er raunverulega að stækka og verða einhver raunveruleg stoð í útflutningsverðmætum okkar. Já, algjörlega. Og við heyrum það bara frá fyrirtækjunum að þessar aðgerðir eins og varandi hækkunin á rannsókn og þróun og hækkun á þakinu og svo framvegis. Þessar aðgerðir skiptu verulegu máli. Þetta er ekki eitthvað sem var bara gert í þinginu og einhvern veginn bara ekkert gerðist. Fyrirtækin segja við okkur að þetta bara skiptir sköpum. Akkurat. Ég fekk nú einmitt líka að fylgja þeim málum í gegnum þingi og það var mjög áhugavert að fá þessar umsagnir og heyra fyrirtækin lýsa því hvað áhrif þetta hefði á rekstur þeirra. Þannig að það er gaman og ánægilegt að heyra þetta. Þannig að okkur er kannski að takast loksins ef að svo má orðið komast. Ég ætla nú ekki að tala niður gömlu og góðu og gildu útflutningsgreinarnar okkar sem var auðvitað sjávarútvegur og svo þessi orkufreki iðnaður og svo kom ferðaþjónustan og tók
sitt plás. Þetta eru samt allt svona geirar sem að eru mjög auðlinda drifnir og en talandi sjálfbærina, þarna erum við kannski fann miklu meira að horfa á annars vegar fullnýtingu afurðar, þetta sjá ótrúlega hluti spretta til dæmis út úr útveginum með fullnýtingu. Við erum fann að bera okkur einhver alls konar krem og drekka gos og einhverju efni úr fiski eða einhverju slíku. Þannig að þessi geiri raunverulega að fara að verða stoðin okkar. Ekki spurning en sko, svo maður horfa eins á þessa greina sem hún nefnir áðan, sem sjávarútveginn og orkusækin iðnað, að þá sjáum við í raun og veru á seinasta ári þegar við lendum í þessum áföllum í tengslu við COVID, sjáum hvað þessar greinar skipta rosalega miklu máli sem bara ballast í okkar efnahagslífi. Og sjávarútveginn bara heldur sínu, orkusækin iðnaður heldur sínu í grófum dráttum og þarna var stoðin okkar á seinasta ári og síðan kemur hugverka iðnaðurinn upp. Við sjáum það að sko ef að áætlanir bara fyrirtækis eins og Alvotech ganga eftir svakalegar áætlanir þar. Þá eru þeir að tala um að vera komið 20% af heildarútflutningi Íslendinga árið 2026 ef ég man rétt, þetta svona einhvers staðar á þessu róli og þetta auðvitað ekki breyting heldur bara bylting ef við erum að sjá einhverja svona þróun í útflutningstekjunum hjá okkur og auðvitað mjög spennandi. En það eru auðvitað miklu fleiri fyrirtæki sem að og bara svo við nefnum bara fyrirtæki sem að fekk útflutningsverðlaun forseta Íslands á seinasta ári sem að var Decode. Decode búið að vera á Íslandi í 25 ár. Decode var í raun og veru sko fyrsta svona erlenda fjárfestingin á Íslandi sem að var ekki svona stórt orkuháð verkefni. Heldur hugvitsdrifið. Já, akkurat. Og maður gleymir stundum Decode þegar maður að pæla í þessum erlendu fjárfestingum. Já. En það ætti nú allir að muna eftir Decode og íslensk erfðagreining í dag. Kári Stefánsson orðinn viðmælandi í flestum þáttum og heldur betur hefur nú íslensk erfðagreining komið að notum í þessum faraldri okkar. Það ekkert land í heiminum sem á vel greinda veirusögu og Ísland. En eigum að fara aðeins inn í ferðaþjónustuna. Hvað, eru þið bara að fara að markaðssetja gos og fá við núna bara flugvélar á fullu koma að skoða gosið og svona? Þetta að fara að rísa hratt aftur, heldur þú? Ég held það. Og það er ýmsar ástæður fyrir því. Og í fyrsta lagi þá hefur bara Ísland bara gríðalt aðdráttarafl sem áfangastaður fyrir ferðamenn. Við sjáum það á öllum okkar mælingum. Við höfðum það fyrir COVID og í gegnum COVID þá hefur í raun og veru styrkleikinn bara aukist, þess að maður segja. Við höfum fengið náttúrulega ótrúlega umfjöllun erlendis út á árangurinn í COVID og þetta var kannski sérstaklega mikið í maí og júní í fyrra þar sem að við fengum bara massífu umfjöllun í öllum helstu fjölmiðlum heims árangur Íslands í þessu svona sameiginlega þjóðarverkefni og svo má segja. Og síðan hefur þetta verið aftur síðustu vikur og mánuði. Svo náttúrulega kemur þetta setback í gær sem að vonandi nú bara skamvinnt. Já, við skulum vona það. Vonandi. Gosið, það eiginlega ekki hægt að tala ekki gosið. Sko. Og við vitum ekki alveg sko hversu spennt við eigum að vera yfir því. Hvort við eigum að vera ógeðslega spennt eða bara mjög spennt eða einhvers staðar á því róli sko. En þetta þetta alveg einstakt sko en ég meina það þarf kannski ekki að markaðssetja þetta, það sér svolítið sig sjálft, það ekki? Já, við tókum út tölur í fyrra dag, hefur aukist síðan að þá voru búin að koma 7500 umfjallanir þetta gos í erlendum miðlum, þar af 800 í því sem við köllum svona top tier miðlum sem eru svona bara Reuters og BBC og New York Times og þessi miðlar. Og þetta kosti ekki krónu í beinhörðum peningum? Nei, ég meina það bara þannig og Napoleon sagði nú einhver tímann sko ef hann þyrfti að velja milli þess að fá heppinn hersöðingja eða góðan hersöðingja þá vildi hann frekar þennan heppna og kannski erum við stundum pínu heppinn sko en ég þú veist, við verðum bara að bíða eins og sjá en ef þetta þannig að við erum að fá þarna svona maður bara segja það hægfljótandi hraungos 30 mínútur frá Reykjavík og bara svona þægilega hæking, gönguferð upp að gígnum, að þá þetta mjög spennandi, svo ekki sé meira sagt. En þetta náttúran og náttúruöflin, við stýrum þeim ekki og ég ætla ekki að vera
sá sem að segja við fáum gósan í 5 ár og svo hættir að gjósa á morgun. Einmitt. En sko aðeins varandi ferðaþjónustuna, við vorum svolítið upptekin af því að við vorum komið 2 milljónir ferðamanna. Sumum fannst nóg og hefði átt að loka landinu og svona, en svo snýst þetta að dreifa ferðamönnum, en hvernig ætlar að dreifa fólkið, þú veist, það ekki eins og hafur eitthvað ákvörðunarvaldi við því, en þú getur auðvitað verið með eitthvað hvata. En kannski það sem ég að reyna að koma aðeins inn á þessi umræða sem kom líka upp, sko, við þyrftum að horfa á þetta svolítið eins og gert var kannski sjávarútveginum. Þegar við hættum að tala það bara að flytja út eitthvað x mörg tonna þorski, heldur hvað við raunverulega að fá fyrir þennan atvinnuveg okkar. Þið hafi nýlega tekið yfir eða Meeting Reykjavík sameinast ykkur, það svona skrifstofa sem hefur lagt upp úr því að markasetja Ísland sem sagt svona ráðstefnu stað fyrst og fremst það ekki og hvataferðir og annað þess áttar sem að margir vilja nú að meina að sé svona, hvað ég var að segja, vel borgandi markhópur. Hvað segir stefnanin ykkur hvað þetta varðar? Hvernig ætlum við núna þegar ferðamannatalan komin alveg niður, þegar við rísum aftur, hvar eiga áherslurnar okkar að liggja? Þar erum við annars vegar að horfa til þess sem að við í raun og veru mörkuðum í okkar stefnumótun og síðan í raun og veru þess stefnuramma sem að markaður á vegum ferðamálaráðherra. Og það eru allir að gangi í takt í þessu og við viljum byggja upp gæða ferðaþjónustu á Íslandi. Ísland verður aldrei ódýr áfangastæður og við höfum auðvitað að horfa á vöruna sem slíka sem við erum að selja. Við varandi það að dreifa ferðamönnum eða beina þeim, sem kannski betra orð, víða landi það er þrennt sem við höfum lagt áherslu á undanförnum árum. Það í fyrsta lagi ábyrg ferðahegðun, það í öðru lagi svona Ísland allt árið, svo má segja, og í þriðja lagi Ísland allt landið. Þetta eru svona þetta þrennt sem við horfum á í allir okkar vinnu. Ábyrg ferðahegðun, þar hefur bara tekist ágætlega til og við sjáum að við erum með bara ferðaþjónustu og ferðamenn sem að í heildina séð bara hefur það bara gengið ágætlega. Ísland allt árið þarf að segja að beina ferðamenn til þess að koma utan háanar. Það hefur bara gengið frábærlega. Og svona miða við það að allt í einu var bara veturinn bara vinsæll, jólin og áramót og eitthvað. Allir sem eru að markaðsetja áfangastæði eru að glíma við það sama sem að fá yfir áhrifin. Fólk almennt bara ferðast meira á sumrin en á veturinn. Ég einhvern tímann þá þegar ég bjó í New York þá hitti ég menn frá ferðamálaráði New York borgar og þeirra verkefni var sem sagt að koma ferðamönnum ekki bara á Manhattan, þetta líka út í Brooklyn og Bronx og þetta bara nákvæmlega sama verkefni, bara og þetta sem sagt það svona koma ferðamönnum víðar áfangastæðin að það stóra verkefnið í íslenska ferðaþjónustu sem að framöndan að mínu mati. Og þar hefur býsnamart áunnist eiginlega á undanförnum kannski 2 árum í uppbyggingu á ferðamannastöðunum. Það hefur náttúrulega verið bara unnin mjög flott vinna, mjög víða land í að bara gera staðina að betri áfangastöð. Og núna síðast var verið fór í norður þegar verið var að opna Dematshringinn sem er mjög flott verkefni á Norðurlandi. Það verið að vinna svona verkefnum all land. Þannig að ég held að þetta muni vinna með okkur. Það sem mun líka vinna með okkur í því sem að þú ert að nefna hér varðandi það að fá það sem stundum við kalla betur borgandi ferðamenn eða eitthvað slíkt, að innviðin okkar núna eru miklu sterkari hvað þetta varðar heldur en þeir voru þegar bylgjan kom á okkur 2013, 14, 15. Maður horfir bara til dæmis bara á hóteluppbyggingar og horfir bara á Reykjavík maður skoða bara hótelin sem að rísa bara núna eins og Edition hóteli, 5 stjörnu, Parlament hótelið á móti þinginu, það búin Curio hótelið, Canopy, þessi Center hótel sem eru í miðborginu og svo framvegis, Kea hótelin þar niður frá, þetta eru gæða eignir. Og þetta var kannski ekki til staðar í nægilega ríkum mæli þegar þetta gerði svona hratt í okkur síðast, þannig að þá þrýstist þetta út í hverfin í Airbnb og það var það sem allavega var mín upplifun að það var svolítið svona það sem að olli kannski svona ákveðnum samfélagstitringi var eiginlega bara þetta þú bjóst í Vesturbænum til bara eins og þú byggir á áreiti var orðið og mikið en ef við notum nú líka við erum með að renna út á tíma en mér langaði aðeins að koma inn á atvinnugrein, skapandi greinar og kannski horfa sérstaklega inn á kvikmyndadæmi því það nú kannski tengið svolítið annars vegar erum við að fá fullt af fólki sem að taka upp myndir
það eru kannski ferðamenn, þeir eru að vinna hérna, þeir veita auðvitað fullt af störfum fyrir aðra sem að koma að þessari grein, en svo er þetta líka rosa markasetning sko eftir að myndin eru sýnd. Þarna hefur nú svolítið út að við vorum að ræða hérna áðan hvata og svona. Við erum með endurgreiðslur, við greiðum 20% af öllum framleiðslukostnaði, 25 fyrirgefðu, af öllum framleiðslukostnaði og nú er svona verið að tala um það að það þurfi að hækka það. Aðrir tala um, það er kannski innviðni sem skipta meiru máli. Segðu okkur aðeins, hvernig gengur að vinna með þessa kvikmynda, að markasetja Ísland sem stað til að koma að taka upp kvikmyndir? Hvernig finnst þið samkeppnisstaða okkar í því vera? Í fyrsta lagi það gengur mjög vel. Já. Og við sjáum bara á seinasta ári þá það var bara frábært ár. Já. Og það er einhver átt að reyna að spá því í apríl í fyrra að það er frábært ár í kvikmyndaframleiðslu á Íslandi árið 2020 sko. Þannig að það er svona stuttarsvarið sko. Samkeppnisstaða okkar er við, þú veist, ég ætla ekki að hafa skoðun á því hvar nákvæmlega próstan eigi að liggja sko í þessu. Það eru nógu margir sem eru til þess. Við vinnum bara með þá vöru sem okkur er falið að markasetja. Og það má ekki gleyma því að það er mjög margt í okkar kerfi sem vinnur með okkur. Bara sem dæmi stöðugt stjórnarfar. Þú getur verið að fara til landa þar sem er kannski verið að bjóða mjög háa prósentu en verður þetta greitt af ríkinu. Ertu öruggur um það? Áreiðanleikinn er kannski ekki svo mikill. Sumstaðar er það þannig og það eru dæmi um það bara núna allar senustu mánuðum og misserum. Og við kerfið okkar það er einfalt, það er gegnsætt, það eru lokal eða fyrirtæki á íslensku markaði sem hafa mikla reynslaði að þjónusta þessi erlendu verkefni, þar með talið í raun og vera að halda utan þennan þátt verkefnana. Þannig að okkur finnst svo vara sem við erum að markasetja og svo erum við náttúrulega með Ísland sem er náttúrulega stórkostlegt. Sko. Já, eldgos og jöklar og allir pakkin. Þannig að sko, við kvörtum ekkert undan vörunni sem við erum að markasetja þarna, enda hefur þetta bara gengið vel. Já, akkurat. Það er ótrúlegt að horfa á hvað þessi geiri hefur vaxið gríðarlega hér á landi frá því að vera svona bara örfáir, sko, jafnvel sérvitríkan sem voru eitthvað að huga því að taka upp kvikmyndir á Íslandi og mögulega lokka erlenda aðila frá því að við erum bara í svona, örugglega mjög hátt skrifuð þegar kemur að þessu. Og við sjáum það auðvitað líka hvað það hefur leitt okkur í ferðaþjónustunni. Við gætum auðvitað haldið áfram endalaust því að þegar kemur að því að selja Ísland og skapa tækifæri fyrir vörur okkar og þjónustu og landi sjálft að þá eru tækifærin óteljandi væntanlega og það er kannski svolítið svona ykkar að vinna með atvinnulífinu að því að nýta þau og koma svo til okkar stjórnmálamannum og segja ef við þurfum eitthvað að breyta og taka þá umræðan um það. En við erum því miður runnin út af tíma. Pétur, takk kærlega fyrir að vera hérna með mér og eiga þetta samtal og bara gangi ykkur rosalega vel í að uppfylla öll þau ákvæði sem að hér eru tilgreind í lögunum og ég enda tók eftir því þegar ég var að renna yfir þetta að það var nú meðal annars í lögunum að innan 3 ára í ráðherra að láta fara fram úttekt þannig að ég gerir ráð fyrir því að það sé í gangi þannig að við fáum þá einhverja úttekt á því hvernig gengur að framfylgja þessu. En svona því að skoða heimasíðun og fylgjast með fundur sem við haldið, þá sýnist manni að vera búið að gera margt mjög gott á þessu sviði. Þannig að gangi ykkur bara vel áfram á þeirri vegferð. Takk fyrir það, Kjella. Ég ætla að þakka fyrir mig í dag. Ég verð ekki hér að vikuliðinni, en það er þá skírdagur og ég vona sem flesti séu þá bara að njóta þess að vera með litla páskaeggjunu sínu, fjölskyldunni sinni, njóta útiveru og þess að vera saman, borða góðan mat og fá páskaegg. En ég verð svo aftur 5. daginn eftir páska. Takk fyrir Kjella.